Já, Trausti, landið þekki þig af skjánum úr veðurfréttum á fyrri tíð og mikið spáð fyrir veðrið. Þetta starf veðurfræðingur á Íslandi, þetta svo stétt sem hafa verið samt að níðvísur ykkur og allt saman. Hvernig að standa í þessu? Það nú bara nokkuð gott finnst mér. Þetta náttúrulega breyst dálítið gegnum árin, en þó ekki. Ég var nú í spám svona fyrstu árin og svo hélt ég því nú áfram í gegnum sjónvarpið dálítinn tíma eftir það, en ég er löngu hættur því í raun og veru og meira svona að sinna eldri gögnum og slíku. Ég kalla mig gjarnan svona gagnahirði og sjá að eldri gögn eyðileggist ekki eða svona samræma þau og svo framvegis. Það er mikil vinna í því og þó það sé kannski meira daglegt fjör fyrir í spánum, en þá er líka fjör í þessu. Já, og þú ert á með söguna á hreinu. Það er búið að vera ansi bjart og svona góð ístíð undanferið. Hvernig þetta eitthvað glænýtt? Hvað er að gerast núna? Þetta er nú bara svona eitthvað sem að gerist svona endrum og sinnum. Að vísu það óvenjulegt núna hvað sólin hefur skinið svona samfellt og þurrkurinn hérna á Vesturlandi er nú orðinn dálítið óvenjulegur. Þetta er orðið svona með allra lengstu þurrktímabilum. Við þurfum að fara mjög langt aftur og finnum ekki mikið. Og eins eru sólskinstundirnar orðnar óvenju margar. En það er nú reyndar hörð samkeppni þar sko, í þeim efnum. Þó það sé nú svona aðal samkeppnisárin séu nú kannski, þau eru nú ekki mörg, það er 2012, það munar kannski ýmsir eftir því. Það voru líka þurrkar 2010, 2009 og svo var náttúrulega geysilega mikil og þétt sól í 1991, en það er allt í einu 28 ár síðan sem mann finnst nú bara hreinarlega ótrúlegt. Man helst eftir því að það verið að mála blokkina hjá okkur og málararnir fóru til Mallorca, burt frá besta sumri sem hafði komið áratuga skeið eiginlega. En svo þurfum við að fara ansi langt aftur sko, til þess að finna eitthvað sambærilegt. En við finnum það. Við finnum það? Já. Ég sé þig skrifa eftir þig, þú talar að sérstaklega sko, hæð hefur aldrei verið eins mikil. Það sé eitthvað með. Hvað er það fyrirbæri? Það var þetta er svona ólíkt því sem er í fyrra. Að veðurkerfin það skiptast á norðurhveli svona hringinn, getum við sagt, hæðir og lægðir, og þær eru stundum fer þetta yfir hvert af fætur öðru. Það koma kannski 2-3 þurrir dagar og svo koma 2-3 rigningadagar. En í fyrra sumar þá bara var þetta dálítið læst, var staðan dálítið læst. Við fengum hérna rigningu í maí og júní og lengi fram eftir júlí, bara nánast á hverjum einasta degi. En núna erum við svona 2-3.000 kílómetrum annars staðar inn í kerfinu og til hliðar og í álíka læstri stöðu, og þá fáum við svona sól og blíðu. En því má náttúrulega ekki gleyma að þetta er dálítið viðsnúið líka á Norðausturlandi, þar sem að þeir sátu í alveg sérstakri blíðu þetta leyti í fyrra, meðan við sátum í rigningunni. En núna hefur nú tíðin þar verið svona, hvað maður segja, svona heldur dapurleg. Þó það hafi oft verið kaldara þar á þessum tíma, þá er svona, hefur verið skýjað og drungalegt og svalt á þeim slóðum. Þú segir, þú ert svona minna í spánum í dag, þú ert meira í sögulegum, en þú ert með heldur út í bloggsíðunni Hungurdiskum, trj.blogg.is, þar sem þú gefur þitt álit á
svona útgefnum spám og veðurfari. Hefur Íslendingurinn gaman af því að fylgjast með þessu? Já, ég er var við það að sumir hafa gaman að þessu, skulum við segja. En aðrir hafa ekkert gaman að þessu og finnst þetta hræðilegasta stagl, jafnvel, sem það náttúrulega sko. En málið bara það eins og ég reyndar sagði nú einhvers staðar á þessum síðum bara fyrir nokkrum dögum að sko þegar menn eru vanir og eru inn í þessu þá vita menn nákvæmlega hvað 4,3 gráður á Raufarhöfn þýða sko. Og þó að það virðist ekki verið í neinum samhengi. Nei. En aftur á móti, þetta svo svipað eins og maður heyrir það að eitthvað Wuppertal í Þýskalandi, einhvers staðar í knattspyrnuliðið hafi staðið sig vel eða illa og það segir nördunum afskaplega mikið stöðuna og þeir þurfu ekkert meira og við getum jafnvel nafngreint þar menn í liðinu en við hinnir erum alveg jafn ruglaðir og vitum ekki neitt og skiljum bara ekkert í þessu að maður skuli yfirleitt geta lesið þetta. Nei. En þetta nákvæmlega sama sko. Já, þetta er háfræðilegt fyrir örgustu nörda. Já, þetta er svona ákveðin ákveðin keppni. Það er alveg stöðugt aðstreymi af alls konar tölum og úrslitum. Já. Þó það sé ekki öll athyglisverð sko, þá er alltaf innan mjög athyglisverðir hlutir. Já. Og svo geta jafnvel hlutir verið svo óathyglisverðir að þeir verið bara athyglisverðir fyrir það eitt. Akkurat. Já. En við erum allavega sátt á með að við fáum svona dásamlegt grillveður. Jú, en það er svona dálítið sviði í kringum okkur. Aðeins að gulna. Aðeins að gulna. Og það er svona, mætti nú kannski rigna en ég hef nú samt á tilfinningunni að leið og verður búið að rigna í 5-6 daga þá verður maður faldið að tala rigningu sumars. Já. Viltu grípa í spámanninn? Hver eru horfurnar? Ég er nú eiginlega hættur því sko og svo ég náttúrulega svona nánast, ég er náttúrulega komin á eftirlaun og þetta er náttúrulega, ég er ekkert, mín launavinna felst í því að stimpla mig inn í stimpilklukkunni í 12 tíma á viku sko. Þannig að það er nú ekki mikið. Nei, ég forðast dálítið svona spár svona opinberlega þó ég sé náttúrulega alltaf að gera það í huganum. En enda er á þessum bloggsíðum það er svona meira fjallað spár heldur en að svona eiginlega stefna að Unguldiskar er ekki spásíða, heldur er að fjalla spár. En mér skilst nú svona á reiknimiðstöðum að það gerir nú ráð fyrir því að það verði eitthvað meira skýjað næstu viku heldur en hefur verið. Það verður kannski bændur þakkláttir ef það fer eitthvað aðeins að rigna. Við skulum óska þess að Já, þeir þurfa aðeins og ekki síst fyrir vestan okkur. Já, akkurat. Það sem ástandið er orðið bara nokkuð slæmt. Vestur á þessum eilífu rigningarslóðum vestur á Snæfellsnesi til dæmis. Já. Þar þurfa menn að þyrftu menn ekki mjög gjarnan að fá rigningu í 5-6 daga. Já. En við hér á mölinni við njótum og grillum á meðan. Þakka þér kærlega fyrir. Jú, þakka þér fyrir sömuleiðis.